Nú ræðir Árni Jónsson við mann vikunnar sem að þessu sinni er Sigurjón Óskarsson, skipstjóri. Sigurjón Óskarsson, skipstjóri og útvegsbóndi á Þórunni Sveinsdóttur Vaffi 401 hefur ekki aðeins orðið aflakóngur Vestmannaeyja á 10 vetrarvertíðum og oftast yfir landið allt, heldur hefur hann einnig átt því lánið að fagna að hafa bjargað 27 mönnum úr sjávarháska í alls 4 sjóslysum, seinast 7 mönnum fyrir skömmu. Í einu tilvikinu af þessum 4 bjargaði hann fiskiskipi af strandstað á Skeiðarársandi með því að sigla inn í Brimgarðinn og með einvala skipshöfn um borð náðist að draga skipið á flot aftur í hávaða roki. Sigurjón á Þórunni rær ýmist austur eða vestur fyrir eyjar, vestur að Surtsey og austur með allri suðurströndinni. Hann rær oft einskipa, hefur sitt lag á hlutunum og það hefur gefist vel. Sigurjón er 43 ára gamall og hefur verið skipstjóri í tæplega 20 ár. Hann hefur aðeins verið skráður á 2 báta, Leo og Þórunni Sveinsdóttur. Það þarf mikla aflasæld, hörku, dugnað og útsjónarsemi til þess að verða margoft aflakóngur Vestmannaeyja og landsins alls. En sjómennskan og aflasældin er honum í blóð borin og hann hefur haft góðan mannskap með sér. Sigurjón leggur skipi sínu ávallt í Friðarhöfn. Við tókum á móti spottanum og brugðum á bryggjukengin. Strákarnir gerðu bátinn kláran við bryggju og það var varla búið að binda þegar löndun var hafið. Sigurjón var tekinn tali og ég spurði hann að því hvenær hann hefði byrjað til sjós. Ég byrjaði 16-17 ára gamall og þá var síldveiðar sem aldrættingu á Leo hjá föður mínum. Og það var svona fyrsti skólinn? Það var svona, já ekki fyrsti því áður hafði ég farið svona róður og róður sem smá pegi ásamt fleiri strákum. Ekki að fara hérna á gamla skjaftfelling hérna í Fjallasjóin til þess að leggja net og við vorum bundnir fram á Hvalbak, pegiarnir, því að áttum að passa að við færum ekki í sjóinn. Það var svona fyrsta reynslan. Var það Einar skipstjóri sem síðan var með lóðsinn? Já, það var Einar sem vildi passa vel upp á okkur. Voruð þið bundin með trolltvinna? Já. Og síðan fórum við róður með pappa og ég man í eitt skipti fórum við, vorum hérna til Sandi og við vildum nú fá að vera með færi strákarnir og vorum aftur á babóksmegin að skaka þar á meðan varum við að draga netin og svo var hópað að lúða og það var beðið um hjálp þarna fram á og það kom nú í ljós að við vorum fastir í netunum sem þeir hífðu upp sökkun upp hinum megin og það var nú svona legið að því löngu seinna. Ekki alveg lúða á? Ekki alveg lúða. Kom eitthvað annað til greina en að verða sjómaður? Nei, það hefur aldrei komið neitt annað til greina. Áhuginn var alltaf við sjóinn, maður byrjaði sem krakki að vera á bryggjónum og fylgjast með bátunum, hvað þeir voru að fá. Maður var með vasabók og skrifaði hjá sér hvað þessi bátur var með og hvar hann var með og svo lallaði maður niður í Leo og sagði kallinum hver var að fá hann og þetta voru svona, maður komst fljótt í samband við þetta. Nú ertu búinn að vera skipstjóri í það mörg ár? Já, ég hef búinn að vera skipstjóri 18-19 ár. Og þú nefndir vasabókina, þú hefur alltaf haft bókhald yfir? Já, ég hef alltaf haft bókhald yfir veiðarfærin, hvar ég legguð og eins náttúrulega all tók sem maður tókar og svona fiskislóð, maður setur þetta allt hjá sér, punktar hjá sér góða staði og reyna að kynnast botninum sem best því að ég held að það sé mikið atriði að vita hvað hvert fiskurinn sækir, hvernig botnan leitar að því ákveðin skilyrði. Þekkirðu betur botninn á eyjamiðum en garðinn heima hjá þér? Já, nei, ég myndi nú ekki segja það ekki hérna við eyjarnar en ég myndi kannski þekkja þau betur út í bugtum
botninn heldur en garðinn heimi á mér. Og það landslagi sem að þú svona fylgist og þekkir best. Og maður sér breytingar á því, á landslaginu eða botnlaginu. Því að þegar bátar toga mikið á þessum snögum sem maður kallar, þessum stöndum, og þá bókstaflega hverfa þeir eftir nokkra ferðir, að þá þarf maður ekkert að reyna að leggja jafnvel á þessa staði aftur þegar það er ekkert orðið nema jafnsletta. Og hvað finnst þér það? Já, mér finnst það ekki gott, ekki að fiskurinn skuli hvergi fá frið fyrir botnvörpunni. Og já, eins og sláturhúsið sem við köllum hérna út á Hornafirði, mér finnst það ætti að friðast. Fiskurinn fái frið. Menn tala dragnótina, þessi skaðavaldur. En ég ekki á því, ekki frekar en önnur veiðarfæri. Hún fer ekkert á harðan botn, dragnótin. Og við getum aldrei útrýmt ekki þorski og ýsustofnum ekki með því. En eftir kolanum getum við gengið allt og nærri með þeim veiðarfærum. En fisksins vegna vilt þú forða botnlandslaginu frá því að vera sléttlendi? Já, ég vil það. Veistu hvað þú hefur veitt mörg þúsund tonn? Nei, það hef ég ekki hugmynd það. En veistu hvað þú hefur orðið oft aflakóngur? Já, það veit ég. Við höfum orðið aflakóngar í 10 skipti. Og það þakka ég náttúrulega mest strákunum sem eru með mér. Það eru sömu strákarnir ár eftir ár, alveg öðlingar, dugnaða fólkar, leggja sig alla fram við vinnuna hjá mér. Og maður ofmetur það aldrei. Hvað lykilatriðið í þessu? Er það samtakalið, er það fiskinefið, er það heppni? Þetta er samtvinnað. Það er náttúrulega áhuginn, að hafa áhuga fyrir því sem maður að gera og finnast gaman að því, að þá vil þetta svona ganga vel og finna það alltaf að strákarnir eru með manni, að áhuginn fyrir að þeir eru komnir til þess að aflatekna og eftir því sem meira lagt á sig þá náttúrulega höfum við meira en þetta er mikil vinna. Hefur þið dreymt fyrir fiski? Já, mér hefur dreymt, mér fannst ég allavega, svona eftir að sjá, þá dreymdi mér fyrir síldveiðum einu sinni. Maður sá það svona eftir á. En yfirleitt ekki, það var þá aðrir sem dreyma kannski fyrir að mér muni ganga vel og svona segja til það. Nú hefur þú verið heppinn, þú hefur notið aflasaldar og farsaldar í starfi. Bjargað 27 mönnum og skipi úr strandi. Já, láni hefur leikið við mig og mína skipshöfn. Við höfum verið mjög lánsamir. 4 sinnum orðið svo heppnir að geta aðstofað menn í sjávarháska. Og það er náttúrulega ómetanlegt lán, það er ekki hægt að segja annað. Hvernig er innstillingin á hætturnar á sjónum? Hvenær vaknaði hjá þér svona þessi árverkni? Já, þetta kom náttúrulega snemma að maður byrjaði sem krakki hérna á bryggjónum. Fylgdist með þegar bátarnir voru að koma af sjónum og ef það voru vond veður þá fóru menn hérna á Skans og fylgdist með innsiglingunni sem nú allt önnur heldur en í dag. Bátarnir minni, ég man það eins og ég var smá pegi hérna á bryggjunni og heyrði þá í talstöðun að
að það var komin leki að Leo sem að pabbi var með, trébátur, og það er náttúrulega maður hrökk óneitanlega við og hann hafði slegið úr sér að talið var og var svona tvísýnt að næði hér á landi. Þá var maður smá krakki en sem betur fer slapp það í það skiptið. Svoleiðis að það byrjaði snemma sem sagt hætturnar við sjósóknina eru miklar. Fyrsta björgun Sigurjóns og skipverja hans var þegar togarinn Bylgja R.E. fórst austan við Hjörleifshöfða 14. febrúar 1974. Þá bjargaði Sigurjón 11 skipverjum en 1 fórst. Flestir aðrir bátar voru þá farnir í land vegna veðurs en eitthvað leiddi Sigurjón austur með landi. Þann 25. maí 1982 bjargaði Sigurjón 6 skipverjum og 1 hundi þegar humarbáturinn Jóhanna Magnúsdóttir brann og sökk á síðugrunni út af Skarðsfjöru. Jóhanna var 10 klukkustundir að brenna áður en hún sökk, en á meðan fylgdi Sigurjón henni eftir. Að lokum var aðeins olíubrák eftir á sjónum og þá var siglt í land með menn og gúmbjörgunarbáta. Þegar neyðarkallið kom hafði Þórunn verið á 2 báta trolli með Matthíasi bróður sínum á Bylgjunni og það lá betur við að Þórunn færi á slysstaðinn en hinn tæki trollið. Katrín Vaffe strandaði á Skeiðarársandi í janúar 1981 í norðan stormi. Þórunn Sveinsdóttir og varðskip komu fljótlega á vettvang en vegna veðurs og sjógangs við ströndina gat varðskipið ekki athafnað sig. Sigurjón gerði sér það lítið fyrir og sigldi inn í brimgarðinn nálægt Katrínu og með mikilli lagni og áræði skipverja beggja eyjabátanna náðist að koma dráttartaug á milli. Í febrúar síðastliðnum bjargaði Sigurjón og skipshöfn hans síðan 7 skipverjum þegar Nanna Vaffe sökk út af Reyniströngum en þar var Leo bróðir Sigurjóns skipstjóri og útvegsbóndi á endurbyggðu skipi. Það er því ekki aðeins að Sigurjón Óskarsson hafi komið að landi með það mestan afla íslenskra skipstjóra, heldur einnig fjölda mannslífa sem aldrei verða metin til fjár. Það er erfiður tími sem líður frá því neyðarkall kemur og veit ekkert í rauninni hvað er að ske. Ég talaði við Leo, bróðir minn í síma, rétt það leyti sem hann að yfirgefa bátinn og ég vissi ekkert. Hann sem sagt ætlaði að reyna að gá hvort hann hefði að bjarga bátnum og ég gat alltaf ekki tafið hann meira í símanum eða í öðrum fjarskiptum. Hann hafði mannað að hugsa og við keyrðum fulla ferð bara eins og mögulegt það var og manni létti óskaplega þegar maður sá flugeld á lofti að þá vissi maður að komist einhverjir af, voru menn í björgunarbát og það er óneitanlega mikið léttir að sjá það en við vissum náttúrulega ekki hvort það hefði allir komist í bátana. Svo þegar við komum að hana þá sé ég Leo ásamt Ragnari Velstjóra í gatan á björgunarbátnum og þá vissi hann alltaf að það voru 2 sem hefðu komist að en svo var náttúrulega spurt strax hina og léttirinn var mikil þegar allir voru heilir á höldnu. Þegar þið botnkeyrið vélar skips í vonsku veðri eins og í þessu tilviki, langt umfram það sem er venjulegt, hvernig er innstýlingin hjá mannskapnum borð? Já, það er náttúrulega allir spenntir. Það er kannski ekki, já það er vélarnar, það er þola mikið og vel hugsað þetta og það er, ég var ekki hræddur við það og við settum ljósavélarnar í gang hérna til þess að vera allt hægt að ná öllu afli út úr aðalvélinni sem hægt var. En þetta gekk ljómandi vel sem sagt. Finnst þér sjómenn gefa öryggismálum nægan gaum? Nei, ég held ekki og við erum allir, ég vil alltaf taka mig með í því, allt of miklu trassar í að hugsa þessi mál. Og ég held að við þurfum að hugsa líka það eftir að flotgalinn kemur að við verðum að leggja áherslu á það á leitin að menn, ef þeir komast í flotgallana þá lifa þeir það lengi í sjónum að það náttúrulega gera allt sem hægt er til þess að koma mönnum til aðstoðar. Í þessu tilfelli þegar Nannan fer niður að þá vissi ég að þeir voru að fara í flotgallana. Svo ég kallaði Vestmannaeyjaráðið og baða að senda báta út til leitar en það var mjög vont veður hérna í Eyjum þegar þetta skeður.
En betur fyrir, þetta tók stuttan tíma og gekk fljótt að bjarga eins og þess að það kom ekki til. Hvað telurðu að valdi því að þú ert svo oft á réttum stað og réttum tíma, bæði hvað varðar aflasæld og svo þegar menn eru í sjávarháska? Ég vil náttúrulega meina að það sé eitthvað gott með manni, ég veit ekki hvað á að segja. Eitthvað góðir hluti sem að hjálpa manni í gegnum þetta allt saman. Og heppni, það einhvern veginn hefur ráðist þannig að við höfum verið nærstaddir þegar menn hafa átt í erfiðleikum.